Á skjánum, annar þáttur, taka 7, sena 1. Kína? Leðurverslun á Kína? Já, það hafa eflaust margir velt fyrir sér á nýju ári. Halló, eitthvað þér. Hvort svona slím fæst í bónus. Svona slím fæst í bónus. Þetta var svona, það var hugsun jóla dýrið. Já. En ég held að við ætlum kannski að fara til að skipta Þormóð sem við höfum verið í allan dag að finna út úr því hvað þetta verkfall í Bíó Paradís. Eru þín, Þormóður? Ég er hérna búin að finna mann sem veit þetta verkfall, ekki satt, Hleri. Hann veit kannski ekki þetta verkfall. Það er verkfall í Bíó Paradís. Það er verkfall í Bíó Paradís. Velkomni á Slottsfjörð, í dag svo Kremljóst. Hej þú! Út af perfekt, þú í eldhúsinu mitt þar sem ég að fara að taka það. Já, þarna varstu! Svona ostur kostar þú í dag, svona 15 krón. Matarsóun hár. Ég ætla mig í haldið skætt í höfðum. Úff! Ég var að kaupa lóstrókar. Hvað er eitthvað fyrstu strókar? Ég er fyrstur. Það er miklu oftar haft svona, þannig að við ekki svona. Nýlega hafa menn verið að velta því fyrir sér með það morðið sem var framið á síðustu föstudag. En til þess að ræða það mál er nýráðinn fréttamaður Skjásins, Völundur Örn Rambjörnsson sem tekur við. Yfir þín Völundur, þetta mitt búið. Komið sæl og... Góðan dag, Já, það var nákvæmlega hér sem var haldið af hann Stefán var myrtur. Hérna á umferðareyju í Keflavík. En það var haldið að koma hérna, lappa og svo sjá þetta. Þetta er dekkið sko, og þetta er miðjunni. Það er haldið farið frá. Það er haldið 10 mannvistalega. Nei, farið frá! Nei, ég vill. Já, hvað? Sko, ég borgaði sko 1000 kall til rannsóknina. Og ég vissi, lögreglan bara trúði mér ekki. Ég vissi að hann hefði farið til Keflavíkur af verði. Já, Geljós! Nýlega mættur Logi Ólafsson á ný eftir langt hlé. En hann mun nú fara með helstu íþróttaviðburði helgarinnar. Jæja, núna er HM í handbolta í fullum gangi. Hvernig er undirbúningurinn? Já, undirbúningurinn gekk formlega mjög illa. Umtalað er að hann hafi sagst vera hrein hörmung. Liðið fór á undirbúningsleiki og vann þá alla og það var talin hörmung vegna þess að íslenska liðið hafði aldrei áður unnið leik. Klöppum fyrir því!
núna gekk illa hjá íslenska liðinu, sagði í fyrsta leiknum. Já, það skiptir engu máli. Það er því íslenska liðinu hefur alltaf gengið illa og það er útrætt mál. Ísland er ekkert gott land. Á móti Króatíu? Já, alveg saman um Króatíu. Mér er bara nákvæmlega saman hvað þú meinar um Króatíu og alla þá ruglutarlega. Ég tala bara við þessar íþróttir. Og fótboltaskórnir hans Ronaldos voru rændir í vikunni, en ég ætla að sýna ykkur fótboltaskóna af því ég rændi þeim. Ég held að ég veit nú aðeins meira íþróttir eftir en þú. Þetta skónir hans Ronaldo, ég rændi þeim. Þeir eru afskaplega gamaldags Adidas. Síðan stæli ég líka bikarnum af HM 2002. Já, þetta er það komið. Logi. Já. Og ég hringi lögum. Ertu vissum að þú horfðir á íþróttafréttir í gær? Nei, ekki alveg vissum. LOL dagsins. Velkomin í Matarhauk. Í dag ætlum við að borða þetta laufabrauð. Best fyrir 31. janúar og þetta var fyrir 2011. Já, þetta er alltaf lagi. Ég skal borða þetta í endanum þáttunum, en fyrst erum við með gest. Jónas. Já, góðan dag. Hann heitir Maggi. Ég heiti Jónas og er mandarínu-framleiðandi hjá Malt og Appelsín. Þú heitir Maggi. Og ég átti ekki mandasín. Þú heitir Maggi. Átti ekki mandasín. Og já, þú settir hérna fallega upp og settir epli handan. En í mandasín er bragðgóður drykkur fyrir alla sem hata gos. Þú ætla bara að fá mér smá mandasín. Má bjóða þér líka handur? Nei, takk. Ekki núna. Ok, en já, svo sem að þeir sem drekka ekki mandasín, þeir þurfa að vera duglegir að drekka mandasín. Svona, já, ég skal fá mér núna. Smávægis mandasín. Það virkar ekki, ég fæ mér það bara. Matarhaukur, hvað er hann? Ég er bara með smá kvef. Matarhaukur hefur gubbufest þess vegna ég sjá hann eftir þátt. Bye bye! Nei, fyrst, það var slæg. Ég pröfaði þetta meðan ég var á gólfinu og það virðist allt í lagi með þetta. Það út af laufabrauð, en ekki